Þannig að við viljum sjá hvað mikið Newton boltinn gefur frá sér í að ná yfir 4 metra. Þannig að hérna stendur 4 deilt með, þú veist, allavega 4 sinnum deilt með 1 vegna þess að það tók 1 sekúndu fyrir okkur að kasta boltanum og ná staðsetningu sína. Þannig að svarið 4 metrar á sekúndu. Þannig að kastaði boltanum 4 metrar á sekúndu, þannig að það þýðir að það kom 60 Newton frá því. Það 15 sinnum 4. Meðal annars ég manneskja sem klæðist í föt og virðir reglur samfélags, en oft hef ég spáð, hvað kosta ég? Þó að flest fötin mín séu kannski frá pappa mínum, get ég enn reiknað hvað þau kostuðu þegar hann fékk þau. Það kom mér á óvart hversu mikið fötin mín kostuðu og sérstaklega peysa mín, sem að kostaði greinilega 33.000 kall. Svo kostuðu buxurnar 5.000, svo kostuðu buxur 1800, bólurinn 4.700, nærbuxurnar 5.800, sem að kom mér svakalega óvart. Svo síminn og Airpodsi mín samtals 83.000, hálsmenni mín 11.000 krónur saman og síðast en ekki síst húfan sem að kostar 1.000 krónur í heildina. Þessi könnun kom mér vel á óvart en nú þarf ég að plúsa þetta allt saman og þá fæ ég 150.853 krónur í heildina. Þannig að fyrir á töflunni. Þannig að ef við kíkjum hérna gera hérna. Ef ég ætla að labba til Akureyri 380 kilometrar, hvað 2 metrar á sekundu margir kilometrar? Það cirka 2 sinnum punkt upp bara 387,2 572,77 klukkutímar. Ok, við ætlum að reikna prosent af vöru. Við erum með 100 krónur vöru og 25% af afslættinum. Þannig að við segjum 100 sinnum 0,25. Við bara segjum hvað mikið prosent það og undan við kemur 0, eitthvað. Þannig að það 25 og þetta það sem verður tekið af. Þetta ekki hvað það kostar. Þannig að við þurfum að gera 100 mínus 25 sem fáið niðurstöðuna 75 krónur og það svarið okkar.